Við skulum taka örstuð dæmi hvernig við getum útfært þetta út í kóða og við byrjum við á því að opna mplab og hendum okkur í nýtt project. Við ætlum að nota PIC16F84A. Við ætlum að reyna þetta bara í simulator. Við erum að sjálfsögða að nota assembly og við ætlum að finna eitthvað name, interrupt 1, eitthvað svo leiðis. Ok, við losum við þessa start síðu hérna og ég vil fá nýja source file, þannig að ég fer í assembler og assembly.asm og gefa henni nafn interrupt main, skipt svo smikið allir, og ég ætla að byrja á því að henda upp bara svona standard template, þannig ég geti byrjað og við byrjum bara á því að gefa þessu nafn interrupt pröfa og ég er að nota p16f84a.include, við erum að láta include skona mína. Ég vil taka watchdog timerinn af, þannig að ég gerir waf de off og svo vil ég vil byrja á vantilega á 0 og einhvers staðar vil ég enda. Svona, þannig að ég kom með templateið mitt, þannig að ef ég runna þetta hér, þetta eru þetta forrit sem gerir nákvæmlega ekki neitt. Takið eftir að ég er ekki að defina neitt, einn kristall eða klukkurhraða út af hverju, þegar ég er að nota þetta í simulator. Og þá kemst ég upp með það að sleppa því. Og við ætlum að pröfa að leika okkur eitthvað aðeins með interruptið og eins og við töluðum í viku 1 eða viku 2 að þá þurfum við alltaf að byrja á adressu 0 í kóðanum okkar. Þannig að en núna hins vegar þurfum við aðeins að breyta til að þegar nú ætlum við að nota interrupt og þá býð ég hérna til, þetta ætti að vera 4. Við tölum þetta líka í fyrstu vikunni að interrupt að það byrjar alltaf í -4. Þannig að við viljum defina -4 hér. Við ætlum að búa til einhverja interrupt stefju sem við munum fara í á eftir og þegar interrupt á sér stað að þá færir örtölvan program-counterinn hingað. Þannig að program-counterinn hoppar hingað og hann mun þá execúta næstu skipun sem hann sér eftir þetta. Og hvað vil ég hann gera þá? Ég vil þá að hann fari bara í go to interrupt stefja og þetta er þá bara einhver interrupt stefja sem ég bý til hérna neðar á eftir. Þannig ég ætla bara að búa til hann á eftir en ég er bara svona að setja upp í rauninni byrjunina mína. Og þegar að kveiknar á kaupnu þá vil ég að hann fari hérna í orginal og ég vil að hann ekki hann hoppi væntanlega hérna. Ég hef sleppt þessu hingað til eða við að því að við höfum ekkert verið með interrupt, en núna erum við með interrupt þannig að við þurfum að defina hann hér. Ég vil auðvitað ekki að kóðin fara að keyra hér, hann keyrir af watchtakinum og svo fer hann hérna í org 0. Ég vil ekki að hann fari hérna strax í interrupt rútínuna, þannig að ég verð að segja hérna go to start og svo ætla ég bara að byrja hérna eitthvað niðri. Þannig að hérna er í rauninni kóðum minn. Ok, þetta forrið þetta á að gera að það á að configurata í rauninni rbn0/int bita mín á örtölunni til þess að vera interrupt. Þannig að ég ætla að forrita þetta til þess að vera external interrupt og ef þetta er external þá hlýtur bitin rbn0/int, hann hlýtur þurfa að vera þá input, ég er að taka inn eitthvað dót. Þannig að það er að fyrsta sem ég þarf að gera. Fyrsta sem ég gera alltaf í öllum forritum er ég klíra counter-registerinn, þetta er bara svona ég klíra working registerinn, þetta er nú bara svona vani hjá mér og ég ætla núna að konfigura port B bita 0 sem input. Þannig að ég þarf að fara í banka 1, þannig að ég segi bsf status 5 og move little to w binary töluna og ég ætla að hafa bara alla aðra útganga. Ég ætla að hafa eini ingangurinn á port B á að vera RB0.
Þannig að 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, svona. Og ég ætla að færa svo þetta í tris.b. Svona, þá er ég búinn að setja upp portið, hvernig á það að vera. RB0/int sem er external interrupt pinni minn, að hann er núna input. Meðan ég er staddur í að setja upp forritið, eða svona program initialization, að þá ætla ég að setja upp tris.a líka. Þannig að move little to w og ég ætla að setja port A alla sem útganga. Svona. Og þá er komið að í rauninni að stilla þennan nýja register sem við erum að fara að læra á, eða intcon register, setja upp interrupts, svona. Og eins og sagðan, þá þurfum við að nota intcon registerinn og hvernig vil ég stilla hann? Ég þarf auðvitað að enabla interrupt á kubbnum öllum, en ég vil ekki enabla öll interrupt á kubbnum, þannig að ég vil bara enabla global interrupt og svo vil ég enabla external interrupt. Þannig að ég segi move little to waf binary og configura þannig intcon registerinn. Þannig að ég segi 1.0.0, 1.0.0.0.0 og svo fær ég þetta yfir á intconin. Svona. Þá er ég búinn að þetta er eina sem ég þarf að gera. Ég er bara búinn að setja upp interruptið, þannig að núna ætla ég bara að gera eitthvað hérna sem heitir main. Svo ætla nú að hafa þetta rétt, svona. Hérna er með eitthvað main. Hvað vil ég að gerist í main? Það þarf nú ekkert að gerast neitt merkilegt. Main, svona. Ég er bara að búa til eitthvað mjög einfalt prógram til að geta hermt í rauninni interruptið svo. Svona. Þannig að ef ég myndi keyra þetta hér, að þetta myndi ganga, að ef ég myndi keyra þetta fórið hér, hann myndi byrja á því að inklúda þessum hér, hann myndi stilla watch timerinn off, hann myndi koma hérna í original 0 og framkoma fyrstu skipun í vektor 0 sem er go to start, hann myndi hoppa hingað. Þar myndi hann cleara working registerinn, hann myndi hoppa hérna í banka 1, stilla þessi direction á þessum portum hérna og svo myndi hann fara að stilla intconin og svo myndi hann bara fara í main og festast hér bara to the end of times. Það er eitt sem ég áttur að gera, ég á eftir að setja upp hérna hvað gerist í rauninni ef að ég fæ beiðni interrupt. Þannig að ég ætla að gera það hérna niðar og ég skýrði þetta interrupt stefja, var það ekki? Það er bara að vera að vissa að þetta er sama. Svona. Interrupt stefja, það var vel saman. Hvað tölum við í fyrri innlögnum að þegar að interrupt á sér stað að þá fer eitthvað ákveðið flagg í gang. Hann veifar einhverju flaggi, hér hefur orðið interrupt frá external interrupt source og hvað er það fyrsta sem við þurfum að gera? Við þurfum að cleara þetta flagg. Við megum alveg cleara það núna. Þegar við erum komin í interrupt stefjuna þá erum við búin að segja, hörðu, við ætlum að þjónusta interruptið. Þannig að hérna þurfum við að cleara í rauninni interrupt flaggið. Og hvernig clearum við interrupt flaggið fyrir external interrupts? Jú, það er í beta, bara beta 1 í intconinu, þannig að við séum bsf intcon 1. Svona, búin að hreinsa, kannski kommenta aðeins við þetta hérna. Clear interrupt flag. Ef ég myndi ekki cleara þetta, þá myndi bara renna interrupt loopuna aftur af því það væri eins og væri bara alltaf interrupt á hann. Og hvað vil ég að gerist í þessu interrupti hérna? Kveikt á einhverjum útgöngum á port A. Þannig að við þurfum að fara aftur í banka 1 og við segjum bcf status 5 move little to w binary og ég ætla að kveikja á rb2 sem það. Þannig ég segi bara talan 2. Og þetta er eina sem ég vill að gerist í interrupt stefjum minn. Ef það kemur interrupt, þá vil ég bara kveikja á ég þurfi að færa þetta í port A. Move working register to F port A. Svona, afsakið. Það eina sem ég vil gera, það eina sem ég vill að gerist þegar við
fáum interrupt að ég vil þá vantarlega byrja, fyrsta sem ég gerir er að cleara interrupt flaggið og svo er þetta hér, þetta er bara eitthvað sem við ákveðum, hvað viljum við að gerist ef að kemur upp interrupt. Í þessu tilviki þá vil ég bara hoppa í banka 0, ég vil senda hérna töluna 2 á working register og ég vil senda hann svo til port A þannig að ég fái einhvern bita high. Núna á stefið mér bara að vera búið en ég þarf að fara úr stefjunni aftur til að geta haldið áfram hér þar sem ég hætti áðan í kóðunum. Þannig að það er til sérstök return skipun fyrir interrupt og hún heitir svo mikið sem return from interrupt. Svona. Það var ekki verið svona. Ok. Sjá. Svona. Þetta á bara að ganga. Við skulum pröfa að byggja þetta. Við fáum build success og ég held að við ætlum bara að herma þetta. Við skulum simulata þetta. Sjá hvað gerist. Hérna erum við port A. Þið sjáu að hér er ekkert í gangi. Og svona pásum þetta og við skulum stíga skrifin sjálfur. Þannig að við skulum bara byrja á byrjuninni. Við byrjum á starti. Hún segir okkur, við segjum hérna go to start, þannig að við förum hérna bara í start hér og byrjum að keyra hérna niður. Við clearum hérna, við setjum upp einhver port, við kveikjum á interrupt servicinu hér, svo förum við í main, tökum hérna no operation skipun og go to main, við erum bara fastir hér. Þið sjáu það að það er engin möguleiki fyrir okkur þegar við erum komin inn í þessa skipun hér að gera eitthvað annað. Það býður bara ekkert upp og hann myndi bara festast hérna bara to the end of time en að því við letum hérna interrupt stefju að þá getum við hoppað út úr þessu, við getum brotið í rauninni upp keysluna á kóðanum og við skulum fá hérna stimulus, við skulum láta hérna inn int og hvað viljum við gera? Við viljum togglan. Þannig að sjá hvað gerist áður, við erum bara fastir í hérna og við skulum svo herma hérna við sem að fá eitthvað interrupt frá external device. Við klikkum hérna toggle, hvað gerist? Hann klárar sína skipun, hoppar í memory location 4 og fyrsta sem hann mæti þá er bara go to interrupt stefja þannig að hann hlýtur eiga að hoppa niður í hana sem hann gerir. Hann hreinsar flaggið, hreinsar það í burtu og þið sjáu það hérna að global interrupt enable bitin, hann er 0. Örtölvan gerir þetta automatist, hún gerir þetta bara leið. Þannig að við skulum halda áfram. Hún færir hérna töluna 2 í working register og færir hann svo í port A. Port A er hér á watchlistanum hjá okkur og við skulum sjá, já, hann lætur hérna port A bita, þetta er RA1, hann lætur hann vera high. Svo fáum við hérna return from interrupt og þá hoppar hann hérna nákvæmlega sama stað við hættum. Og sjá það hann er núna, því við resettum interrupt flaggi þá heldur hann bara áfram sína hefðbundnu vinnslu. Þannig að þetta var bara mjög einfalt dæmi hvernig við getum sett upp interrupt stefjur og hvernig við getum hent þetta í MPLAB. MPLAB virðist kannski vera svolítið þurrt en það er rosalega öflugt hermiforrit fyrir microchip örtölurnar.